Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að heyra af nýjum matsöluvagni hérna á Akureyri. Og þau eru komin til mín, parið Ingi Þór Arngrímsson, matreiðslumaður, og Nikolína, you have to say your surname. Grachanin. I was almost there. Welcome. Velkomin. Thank you. Þetta viðtal verður svona bæði á íslensku og ensku, við ætlum að bara hefja það núna. Hérna, til hamingju þér að fara að opna Mosi Street Food. Já, ekki rétt. Og viltu aðeins segja okkur svona tildraugin, hugmyndina, hvað? Sko, það í rauninni bara það sem okkur dettur í hug, þegar okkur dettur í hug. Já. Við erum að taka rosalega mikla matreiðslu sem við höfum bara séð á ferðalögum hjá okkur og bara koma því í street food mynd. Þú hefur verið að vinna sem matreiðslumaður í Reykjavík? Já, eða hvað? ekki rétt. Og hvar? Ég var tíma hjá Kekshostel og Dill. Svo var ég núna síðast á Sumac og Óks. Já, allt flott í staðir. Já, mjög flottir. Og mikil reynsla þá í farteskinu. Já, myndi segja það. Og hvernig fer svona, getur við lýst þessu ferli aðeins að setja svona matarvagn í gang? Þetta er aðeins meira en að segja það ekki? Mjög flókið. Við komumst að því eftir að við keyptum vagnin. Já. Mjög mörg leyfi að sækjum og samþykki hérna og þaðan. Þetta er ekki bara að smíða bíl og parkera honum einhvers staðar? Nei, ekki eins og við heldum í byrjun. Við heldum myndum bara kaupa vagnin og hringi einhvern Jón á Akureyrarbæ og planta honum einhvers staðar niður og byrja. Já. Það var ekki alveg svo auðvelt. Nei. Þannig að þetta er búið svolítið langt ferli. Hvenær byrjuðu þið svona í alvöru að vinna að þessu? Við keyptum vagnin í lok mars. Já. Og þurftu að breyta honum alveg? Já, við bara keyptum hann alveg frá hann, alveg tómur innan. Já. Þannig að vinni því að smíða og merkja og gera og græja. Og þetta er vagn, þetta er ekki bíl, þið þurfa að draga hann? Já, bara hjólum. Leggja hann og svo. Já. Og hvernig sjá þetta fyrir ykkur? Bara opið alla daga og bara geggjaði matur? Það fer eiginlega bara eftir hversu vel fólk tekur í þetta. Já. Náttúrulega draumurinn er að hafa opið alla daga, en við kannski byrjum á 50 degi til sunnudags, eitthvað svoleiðis. Sjá hvernig fer. Já. Hvernig sumarið tekur. Bara eftirspurn og allt það. Í rauninni, sko. Nikolína, you met working in Reykjavík at some restaurant, didn't you? Yes, we did. And what was with his food? Yeah, so there's this story behind it that I fell in love. I started to love you because of your food. First you loved his food, and then I was like, oh. And wasn't it difficult for him to talk you into to come to Akureyri? It somehow ended up, we were gonna travel as we did last year. And we were not sure where do we want to actually live together, or we knew that we would like to have some matarvagn or restaurant, something like this. We were not sure where we want to do it, but it was the idea that was with us for some longer period of time. And before the Christmas, we decided that we would like to celebrate the Christmas in Iceland. So we came to Iceland and we kind of find it just cozy to be in Akureyri, and I fell in love with his hometown. Okay, so here you are, and about to open this Mosi Street Food. And what will be your part in this? Are you gonna cook, or he's gonna cook? How do you? So we basically come. He's the chef. Head chef, and he's the taste brain. He makes the recipes maybe. Yes, and then you cook together. I try the food. And we basically will be doing it together. We will be preparing together, cooking together. There is room for 2 people in the matarvagn. It looks quite small from outside, but there is plenty of room inside, and we took our time to really prepare everything inside and to settle the equipment to make it, fit it must be very tight and compact, everything there. Þið þurfið alls konar græjur þarna inn í þennan vagn, ekki? Það mikið að græjum og flest allar mjög stórar, of stórar. Erum að tala djúpsteikingapota? Djúpsteikingapott, gashella, panna, hamborgarapanna, ekki það við erum ekki með hamborgara. Nei. Viltu segja okkur aðeins hvað þið verið með? Við erum með, núna til að byrja með, erum með pulled pork taco, mórakoskan kjúklingarétt, brokkoli vangi. Brokkoli vangi? Já. Hvað er það? Það er bara
Í rauninni tók uppskrift af kjúklingavængjum sem að ég átti og notaði brokkóli í staðinn. Vegan? Grænmetis, ekki alveg full vegan en fyrir grænmetisætur. Það sló mjög gegn hjá kjötætum sem kom á óvart. Og bara fullt af nýjungum, eitthvað sem farið ekki á öðrum stöðum. Ég kíkti aðeins á matseðilinn og það var eitthvað sem ég skildi ekki alveg, það var eitthvað orð, er það eitthvað? Burek. Já. Hvað er það? Það matur frá Serbíu. Já, það sem Nikolín er. Sem hún gaf mér einhvern tíðan að smakka síðastu sumar, ég var alveg ástfenginn af þessu rétt, þannig það var eiginlega ekkert annað í stöðun að hafa þetta. Geturðu útskýrt hvað þetta er? Þetta í rauninni bara deig fyllt með spínati, fetaost og alls konar gúmmileiði bara, sem djúpsteikt og svo borið fram með jógurti. It's a little bit as a takeover from the traditional way of making the burek. So it's so burek is traditional. Yes. And this is like updated. Yes. Okay. Interesting. And traditional burek comes with meat, but we just felt in that time that we want to make something with vegetable. Yeah. And also we have in family some vegetarians, and we also asked them about their opinion, and they were like, So this is probably unique in the world, this recipe, or? I think, I would assume so. Yeah. Sure. It's very good. Nice. Well, I hope everything goes well and your licenses come through. Thank you. That's what you're doing right now, waiting for answers and licenses, but everything is almost ready. Yeah, and you will open the next days. Yeah, next few days. En þið eru með heimasíðu eða Facebook-síðu? Já, Facebook-síðu og Instagram-síðu. Já, Mosi Street Food. Já, það verður allt auglýst inn þar þegar nákvæm dagsetning verður komin. Takk kærlega fyrir að koma. Thank you very much for coming. Gangi ykkur vel. Takk fyrir að hafa okkur. Takk fyrir.